Velkomin í FabLab. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því það sem við erum að gera hérna í FabLabinu. FabLab er smíðað með tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er. Hérna erum við að þjálfa fólk fyrir atvinnu í 21. aldarinnar. Hérna erum við að kenna bæði tvívítar og þrívítar hönnun. Við notum bæði opinn og frjálsan hugbúnað eða frían. Við erum hérna með opið Fusion og Blender. Og svo erum við líka að kenna forritun og við kennum forritun á ýmsum stigum. Allt frá því að hafa þetta eins konar bara Lego forritun, þar sem við erum að forrita hérna Lego Pico Cricket og Lego NXT og Mindstorms. Svo erum við líka með Microbit og svo erum við með hérna Arduino, Raspberry Pi og svo það sem okkur finnst skemmtilegast er að gera okkar eigin rafrásir. Þá fræsum við út hérna kóparplötu sem ég ætla að sýna ykkur núna rétt á eftir og hérna lóðum síðan hérna litla örgjör og ýmsar skinnir á. En núna það sem ég langar að byrja á að sýna ykkur er hérna stóra fræsivélin okkar. En þá þurfum við að passa okkur á öryggisatriðunum. Hérna eru heyrnarhlífar sem við setjum á okkur og að sjálfsögðu hérna setjum við á okkur hérna öryggisgleraugu. Og síðan langar mig að segja ykkur frá fleiri hlutum sem við erum að gera. Þannig er að við erum með vínilskera, gjörum svo vel hérna. Að vínilskeranum okkar þá erum við að skera út filmur. Filmur bæði til þess að setja upp á vegg eða skera filmur til þess að setja á fatnað. En það sem okkur finnst svona mest spennandi að gera er þegar við skerum í svona kóparfóljur, þá erum við að skera út svona sveigjanlega rafrásir og getum verið að gera rafrásir og lóða síðan litla örgjör og annað slíkt á þá svona sveigjanlegar. Hérna sjáum við raunverulega dæmi um svona filmunar sem við erum að gera og svo er líka svolítið spennandi það sem er að fara að gerast mikið í sambandi við rafendafatnað eða raftextíl. Þess vegna erum við með saumavélar hérna hjá okkur og kennum á þær. Næsta skref þar sem að raftextíl, þar sem við erum að reyna íslenska orðið wearable electronics. En hérna erum við sem sagt með rafendaverkstæði okkar sem er með safna alls konar gerðir af skynjurum og litlum örgjörfum og fleiri hlutum til þess að gera litlar örtölvur. Þrívíta prentarinn okkar er ansi vinsælt tól, þar sem við erum að kenna raunverulega hönnun í þrívít og tvívít, hönnun í þrívít og svo raungerum við sem sagt hlutina. Þarna vorum við að skanna einn starfsfélag okkar og ætlum að gefa honum hérna eigin sjálfu í þrívít og það er ýmislegt sem hægt er að gera fleiri. Þarna gerum við raunverulega margar frumgerðir að hlutunum sem við erum búin að hanna í þrívít. Hérna er svo hitapressa sem við getum pressað á boli eins og við sáum hérna áðan. Hérna er hann Aron Máni sem að útskrifast úr Fab Akademi og er einn af nemendum úr framhaldsskólanum sem hefur klárað nám í Fab Akademi. En Fab Akademi er 6 mánaða nám sem er kennt af prófessor Neil Gershenfeld, prófessor hjá MIT háskólanum í Boston. Hérna svo hinum megin við borðið að þá erum við með litla eða fínfræsarinn okkar að störfum. Hérna er hann að gera fína rafrásir. Við sjáum til dæmis niðurstöðuna hérna. Hérna er svona lítið forritunarbretti sem við lóðum örgjör á og hérna er þegar við gerum okkar eigin rafrásir. Þennan fínfræsara getum við notað í fleiri hluti og erum að vinna hérna mótagerð og alls konar slíku og þá fræsum við út í vax og hérna sjálfsögðu erum við hérna fögru heimaði. Fræsum út í vax, hellum sílíkonmóti, búum til mót og þá getum við verið að steypa ýmiss konar hvort sem það er í gifs eða plast eða aðra hluti. Það er svona enn ein tæknin til þess að búa til hluti og það er svolítið mikilvægt þegar við erum að vinna er að krakkarnir og fólki sem kemur hérna það fær reynsluna í að búa til hlutina. En hérna erum við svo líka með hérna svona mótagerðar, þetta er græja sem við gerðum sjálf. En það er þetta er bara lítið brotaði sem við erum að gera í FabLab en þið eru bara öll hjartanlega velkomin að koma og það væri gaman að sjá ykkur í eigin persónu.